Já, það sem sagt, það svo margt, það svo mikil framþróun núna í heiminum það varðar og í Evrópu þar sem við lítum nú helst til, í áttina til. Það varðandi hæfni í atvinnulífinu og að hún sem sagt sé að þróast í takt við þróun í atvinnulífinu. Og þess vegna þessi fyrirsögn hérna að samkeppnishæfur rekstur krefst réttrar hæfni og að lykillinn að því að vinna með réttri hæfni að fyrst og fremst að hafa hana sýnilega. Og þetta verkefni sem við fórum af stað með tilraunaverkefni það á sér eins og margir vita langan aðdraganda. Við höfum verið að fylgjast mikið með Svíum. Þeir eru mjög framarlega í þessu að raunfærni með þetta á móti viðmiðum starfa og starfsgreinar eru að halda nánast utan það sjálfar. En núna í dag eru þeir komnir með miðlægar leiðbeiningar og miðlægt kerfi sem safnar upplýsingum árangur og framþróun. Þannig að við erum svona að reyna að stíga í þeirra fótspor og Evrópusambandið það liggur þarna líka búið að vera að greina og rannsaka hæfni í atvinnulífinu og almennt þessa skort á hæfni eða skort á réttri hæfni í störfum á vinnumarkaði. Og í skýrslu sem kom út árið 2018 sem heitir Insights into Skills Shortage and Skills Mismatch sem að Cedefop gaf út, þar þetta ein af niðurstöðunum að 85% af hæfni einstaklings áunnin utan hins formlega skólakerfis. Og þessi rannsókn var mjög ítarleg, miklar kannanir og mikil rýni á meðal 49.000 starfsmanna í Evrópulöndunum og fjölmargra fyrirtækja. Þarna verið að horfa á ákveðið hæfnibil og hvar hæfnin að nást þannig að atvinnulífið sé mettað. Hæfnin þar sé að einhverju leyti að mestu leyti mettuð. Hún aldrei fyllilega mettuð því hún alltaf í þróun. Samhliða þessu núna í kjölfarið að koma heilmikil umræða það sem kallast hlutavottun eða mögulega eftir að finna aðra þýðingu á micro-credentials. En það einmitt hvernig við getum gert hæfni sýnilega héðan og þaðan, hluti sem fólk hefur lært utan hins formlega skólakerfis og gefið því líka gildi. Þannig að þetta geta allt talað saman. En þetta þekkið allt vel og ég vísa bara í þessar skýrslur og líka European Guidelines, evrópsku leiðbeiningarnar, til að sjá þessar upplýsingar. Þessi mynd hefur þróast svolítið hjá okkur í tengslu við þetta verkefni, þetta tilraunaverkefni. Þar sem við höfum byrjað þá á því að hæfnigreint störf, eða það byggist allt á því að það hæfnigreint starf og tilgreint þá almennhæfni og sértæk hæfni. Og við raunfærnimatið þá eins og þið þekkið og vitið vel að þá greint þarna, dregið fram það sem staðar og það metið. En í þessu verkefni, tilraunaverkefninu, þá það sem við erum með í starfinu, þar erum við að skoða þá hvaða starfsþjálfun þarf að eiga sér stað eða vantar upp á einhverja hæfni í starfi. Í þessu verkefni erum við að meta fólk sem veldur sínu starfi. Við erum að meta fólk sem hefur mikla reynslu og það kemur í raunfærnimati í rauninni af því það kann vel til verka, þannig að það hefur ekkert mikið vantað upp á. En hins vegar alltaf hægt að greina eitthvað líka bara út frá framtíðarfærni þörfum sem að dúkkar það upp í ferlinu út frá hæfnigreiningunni. Þannig að svo margt sem helst í hendur þarna. En það þessi starfsþjálfun á vinnustað. Innri matsalinn á vinnustað, það svona það sem öðruvísi við þetta, ef við tökum mið af hefðbundnu aðferðinni og líka það þá að við erum að fara inn í fyrirtækin, við erum ekki að safna þáttakendum héðan og þaðan inn í verkefni. Og tilraunaverkefninu lokið og allt það svona í skýrslunni sem að þið hafið hjá ykkur. Og nú viljum við skoða þessa uppbyggingu og framkvæmd. Hvernig gerum við þetta kerfi sjálfbært þannig að við getum dreift sem víðast. Því það hefur gengið vel, það gefur góðan árangur. Þeim sem koma að því hafa sýnt ánægju, bæði þáttakendur og fyrirtæki og okkar samstarfsaðilar þannig að við viljum halda þessu áfram. Það sem við þurfum að gera saman í rauninni að ná til þeirra sem þurfa að heyra aðferðafræðina og kynnast henni, kynningarefni og samtöl. Og það sem við höfum verið að fást við núna á þessu ári. Og það ákveðnar forsendur, 7 forsendur sem voru dregnar fram í skýrslunni sem að þarf að hafa til hliðsjónar og það svona niðurstaða heildarverkefnisins að þær verði svona þetta leiðarljós í öllu ferlinu. Við sjáum líka fram að út frá þessum forsendum þá getum við lent í því að koma upp ákveðnar hindranir. Það ákveðið eins og lög og reglugerð
til dæmis með aldursviðmið og annað, við höfum séð að oft yngra fólk heldur 23 ára sem á fullt erindi í mat af þessum toga, veldur starfi sínu vel, okkur ættum við að stoppa það. Þannig að það eru svona samræður og samtöl sem við þurfum að eiga þannig að kerfið verði sanngjarnt og opið sem flestum sem að eiga erindi. Þannig að við erum að skoða þessar hindranir og leggja þau upp ferla í kjölfarið út frá því að það sé þarna samræmingaraðili sem að við höfum sinnt í hlutverki hingað til og það hefur svo sem verið sett fram að fræðslumiðstöð verði sú miðja. En eins og kom fram áðan þá getum við samhliða þessu, þetta tekur tíma, þetta samtal þessu þróun. Á meðan getum við haldið áfram í þeim störfum sem búið að meta í, fjölga fólki þar og svo líka að finna fleti á því með ykkur og öðrum samstarfsaðilum hvar eru tækifærin til þess að vinna með raunfærnimat í atvinnulífinu. Og það samtal ætlum við að hefja með ykkur hérna eftir. Þannig að þetta snýst allt þetta sjálfbæra kerfi, hvernig þetta fjármagnað, hvernig fer þetta af stað, hver hefur hvaða hlutverk og handbókinu að ná svolítið utan það. Við höfum verið að ræða við starfsmenntasjóðina hvernig þeir geta stutt við, bæði fyrir fyrirtæki og einstaklinga og það samtali komið vel á veg. Reglugerðin stendur svolítið eftir og þar þurfum við að eiga samtal við ráðuneytið það meðal annars að endurskoða starf og lífaldursviðmið. Þegar við sjáum eins og bara í versluninni, þar hérna 23 ára aldur, þá ertu jafnvel komið töluvert mikla starfsreynslu ef þú hefur verið að starfa í verslu til dæmis frá 18 ára aldri. Þannig að það ýmislegt þarna og svo fræðslusjóður líka að skoða þá hvernig kemur þetta inn í módelið þar. Bæði þessi viðmið og svo greiðslumódelið. Þetta snarpara ferli heldur í hefðbundna matinu. En við höfum verið að kynna niðurstöðurnar fyrir fræðslusjóði nú á ársfundi FA fyrir ykkur jafnt og þétt, samstarfsaðilum okkar. Landshlutafundir með ASÍ hafa átt sér stað og þar hafi farið kynning fram hjá starfsmenntasjóðunum og samtökum atvinnulífsins og nú síðast var Sirra að kynna þetta verkefni líka á mentadegi SA. Þannig að við erum að dreifa þessu sem víðast. En nú ætlar Haukur að fara svolítið inn í verkefni sjálft og stöðu þess og tekur því við hérna. Og ég held að við þurfum jafnvel að skipta sæti svona tæknina vegna. Takk Haukur. Já, góðan daginn, gaman að sjá ykkur. Það sem atvinnulífi, eða semst þegar við tölum atvinnulífi þá það fyrst og fremst SA og ASÍ. Það var náttúrulega verið mikill þátttakendur í þessu verkefni að leggja upp línurnar í þessu. Ekki beint framkvæmd en það sem kom mjög svona ákveðið frá þeim í upphafi var að ef við tölum annars vegar raunfærnimat á móti námskrám og hins vegar raunfærnimat á móti störfum, þá þyrfti þetta að vera styttra og snarpara ferli, eins og það var orðað, án þess að slá upp gæðakröfum. Og einnig að þetta þyrfti að vera ódýrara ferli heldur en þegar við tölum raunfærnimat á móti viðmiðum námskráa. En undirlagið þyrfti að vera sem sagt samræmt aðferðafræði í framkvæmd, óháð greinum, vinnustöðum og eðli starfa. Þannig að þetta þýðir í rauninni við erum aldrei að fara inn í fyrirtæki og meta móti einhverju einstöku starfi sem finnst aðeins innan fyrirtækis. Við erum með hæfnigreiningar sem undirlag sem framkvæmt í mörgum fyrirtækjum og starfi víða. En þetta módel sem við teiknum upp, auðvitað þarna meira undir heldur en þetta, en raunfærnimatið sjálft fær bara leitkassa. Síðan kemur starfsþjálfun og hún yfirleitt á vinnustað en í verkefnunum sem við höfum verið að keyra með símenntunarmiðstöðvunum 4 sem tóku þátt í þessu með okkur, þetta líka sem sagt hefur verið bara einhver þjálfun sem farið fram utan vinnustaðar og núna erum við undanfarið búið að vera að afhenda sem sagt fagbréf. Það var eina niðurstöðunum, það ætti að afhenda einhvers konar staðfesting á að þessi hæfni væri til staðar og við kusum það að þetta yrði fagbréf og það væri gefið út af fræðslumiðstöð atvinnulífs. Þannig að þetta þetta stuttaferli og ef við tölum aðeins svona að því þetta töluverð breyting. Þetta við höfum fyrst og fremst verið að markaðssetja raunfærnimat til einstaklingana.
og þá fyrst og fremst í námskrá námskrá í iðngreinum og annarri starfsmenntun. En þarna erum við að tala að markaðssetningin fer í auknum mæli beint í fyrirtækjum. Auðvitað eru einstaklingarnir vissulega með þarna, þau þurfa að vera með í þessu ferli, þau taka þátt í því og þau hafa val hvort þau gera það ekki, en fyrirtækin eru þá áherslupunktur í markaðssetningu. Og þetta er þessi mantra þarna sem við erum alltaf að fyrir, samkeppnishæfur rekstur krefst rétta þekkingar. Það er líka í þessu að FA verði miðja. Við höfum það hlutverk þá að móta og uppfæra hæfniviðmið. Við erum með undirlag sem heita gæðakröfur aðferðafræði. Það er svo sem ekkert ólíkt því sem við höfum í hinu matinu í dag. Okkur er falið að viðkynna framkvæmdaraðila. Mörg ykkar eru svo sem með vottun, þannig að það er kannski einfalt mál fyrir mörg ykkar. Þjálfa fagaðila, gefa út fagbréf og kynna út á við stóra myndin. Þannig að þið sjáu þetta er svona örlítið, við erum meiri þátttakendur þarna bakvið svona í undirlaginu heldur en kannski við erum í dag. Síðan þegar við komum að framkvæmd, þá að þar er lagt upp með að þetta verði opið, að það eru fleiri en samstarfsaðilar sem FA sem getur tekið að sér að halda utan framkvæmd. SA hefur líka sagt að það fyrirtækin sjálf eiga að geta gert þetta, haldi utan framkvæmd, án utanaðkomandi aðstoðar. Það er skrifað inn núna, við sjáum ekki að það byrji þannig en það getur vel verið að þróist þannig. Við erum að tala að þetta sé út fyrir markúm framhaldsfræðslu. Við lentum strax í töluverðum vandræðum með það eins og við tölum móttök og hótelum einhvern leiðis. Þar er bara fullt af fólki með stúdentspróf til dæmis eða lengra nám. Þannig við erum að tala að þetta verði ekki eingöngu fyrir markúm framhaldsfræðslunar, heldur þetta verði almennt á vinnumarkaði. Þannig kemur aftur þessi samvinna við fyrirtæki og fagbréfi og þegar við komum að fjármögnun þá erum við að tala að það verði opna fyrir fjármögnun frá starfsmenntasjóðum til að fyrirtæki og einstaklingar geti nýtt rétt sinn til að greiða þeirri framkvæmd eða þátttöku í raunfærnimati. Áfram verði fræðslusjóður virkur í því sem eins og eða bara markhópurinn. En við erum í rauninni að segja að það er krafa á fyrirtækin að koma inn með ekki beint fjármagn, þetta vinnu eins og þetta með matsal og svo framvegis. Þetta fari fram í vinnutíma og allt það. Þannig að þetta er töluverð breyting og við erum búin að vera í samtali við starfsmenntasjóðuna ásamt SA og ASÍ og við erum tiltölulega bjartsýn í dag að þetta verði, ef við ekki að loka þessu fyrir áramót, hvernig þessi fjármögnun yrði alveg. Þetta er stóra myndin úr skýrslunni og þarna sjáum við kannski neðsta lagið, það er hvaða hlutverk fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur, samræmd aðferðafræði, miðlæga samræmdar starfslýsingar, tryggja tengingu við hæfnirammann og gefa út fagbréf og við gerum okkur fullkomlega grein fyrir því að það verður ekkert einfalt mál að uppfæra hæfniviðmið, halda úti hæfnigreiningum fyrir þau störf sem ákveður að fara í og svo framvegis. Og þetta er bara dálítið ennþá svona verkefni sem framundan. Við erum ekkert algjörlega, við erum svona dálítið eins og margir aðrir að stíga okkar fyrstu skref í þessu sko. En þarna sjáum við þarna eru framkvæmdaraðilar og þarna er eins og við sjáum það er ekki að tala sérstaklega símenntunarmiðstöðvar eða fræðslumiðstöðvar iðngreina. Það er opið fyrir alla í framkvæmdinni. Kannski svo við tölum bara á klárum fjármögnuna, svo að það sé ekkert leyndarmál, við erum að vinna með 100.000 kall á mann. Það er einhvers staðar tala sem í floti þarna. Og þetta þýðir náttúrulega það líka með að við erum að tala á móti raunfærnimatinu, þegar við erum að tala einingabært nám, svona meðaltali 50 einingar eins og meðaltali að koma út úr matinu fyrir námsgotnar, þá það 250-60.000. Þannig að þarna töluverðið munur á, en töluverðið hluti á þá sem þarf að greiða venjulega í því mati eins og matsælunöður kemur þá beint frá fyrirtækjum í formi vinnu matsæðara. Við tókum þessa ákvörðun að tengja þetta eins við hæfniviðmið Sameinuðu þjóðanna og þetta er dálítið gert núna, sjáum við bara í Svíþjóð og Evrópu og okkur finnst þetta góð leið til að
Og reyndar þýðum við sko þarna atvinnuna, góða atvinnu og hagvöxtur. Venjulega þetta talað decent work og það svona, við höfum tengt hagvöxt inn á þetta á Íslandi sem bara ok kannski. En sko þetta við tölum fyrirtæki, þá eru þetta ávinningarnir sem við sjáum fyrir fyrirtækjum og þetta reynist alveg, við erum búin að vera þarna, við vorum síðast afhenda faglega núna hjá Sláturfélagi Suðurlands og í samtölum við stjórnendur þar þá fannst mér alveg þetta koma fram, þessi staðfesting á því hvaða ávinning þetta hefði í för með sér sko. Þessi yfirsýn yfir hæfni starfsfólk, það var talað mikið það að þetta hefði ekki bara áhrif á þau sem fóru í gegnum raunfærnimatið, heldur líka þau sem voru að stýra vinnunni, millistjórnendur og stjórnendur fyrirtækisins, að þau væru miklu fókusur á hvaða hæfni þyrfti að hafa til að skila góðu starfi. Og þarna ég ætla ekki að fara yfir þetta eitt og eitt en þessi yfirsýn og vinna svo markviss uppbyggingi á færni í takt við þarfir, þetta stóri ávinningurinn og sýnilegar hæfnikröfur. Ef við tökum síðan einstaklingarna sem kemur í gegnum þetta og við Fjóla, ég átti samtali í gær við hana að nota orðið aukin sanngirnishæfni og niðurstaðan var að við létum það flakka. Þó við tölum kannski oftast þetta í fyrirtækjum með aukna sanngirnishæfni, þá það bara þannig með að við erum á vinnumarkaði þá þurfum við að vera með sanngirnishæfni í lagi. Það semst til að fá bara vinnu eða störfið. Þetta í rauninni það sem þetta færir starfsmönnum aukin sanngirnishæfni. Og það meira og minna sami ávinningum, ljós hvaða færni og þekkingu þarf að efla og svo framvegis. Og sko, auðvitað alltaf spurning, það ekkert sem segir ég fæ launahækkun eftir að ég hef lokið og fengið fagbréf. En þú þá með þetta í höndunum, þú með þessa hæfni staðfesta og í samtalinu, starfsmannasamtali, launasamtali eða við ráðningarstarf, þá þú mun öflugri eða betur stödd eða staddur heldur en áður. Þannig að þetta eru þessir póstar sem við höfum dregið fram varðandi einstaklingarna og fyrirtækin og unnið þessi tilraunaverkefni í samvinnu við Fræðsluráðuneytið á Suðurlandi, Mými, Símenntun, Starfsmennt og Sími og við erum búin að afhenda núna 65 fagbréf. Og það meira í pípunum, þannig að það sko, ætli verði ekki eitthvað 75-80 manns svona þegar upp staðið. Við höfum verið töluvert inn í þessum verkefnum, svona kannski meira heldur en við ættum að vera þegar á endanum sko, og þá kannski aðeins varðandi líka markaðssetning að tala í fyrirtækinu upphafi og svoleiðis. Það sem við erum, eins og Fjóla kom inn á upphafi, við erum komin í þetta samtal við SA og ASÍ og það sem ég finnst kannski ánægjulegast í þeim samtölum, það mikill vilji til að efla þetta, þau vilja fara þessa leið. Þannig að þar kemur í rauninni ekki bara þrýstingur, það bara viljið þar til að halda áfram, búa til sjálfbær kerfi og að gera þetta nokkuð stóru kerfi. En það náttúrulega gerist ekki án þess að einhver ætla að taka að sér að gera þetta. Og ég horfi þannig á það líka að þó að allir þetta yfir opið öllum, þá hafið símenntunarmiðstöðvarnar og fræðslumiðstöðvar iðngreina ákveðið forskot. Þið þekkið raunfærnimat, þið eru vön að vinna með þetta, en þetta eru reyndar aðeins öðruvísi forsendur. Og ég held að sé ágætt bara undirstrika það, á hverju erum við að þessu. Þetta eru þessar breytingar á vinnumarkaði, við þekkjum þær, við erum búin að tala mikið þær og kannski þarna setningin sko breytingar á fræðslumálum, fylgir það ekki með. Og jú, það gerir það örugglega meiri rafræna fræðslu og allt þetta, en líka þetta sko námalla ævi, meira samstarf í fyrirtæki. Já, það mín skoðun, en hún ekkert studdnin í rannsóknum. Sýnileika þarfir yfirsýn stöður forsenda fyrir markvisstu fræðslu. Það held ég bara sé reynslan okkar að þessum tilraunaverkefnum. Þannig að við erum svona, ef við drögum þetta saman hérna svona áður en við hættum og förum lengra. Það semst SA og ASÍ eru búin að leggja meginlínur í framkvæmd og fjármögnun. Það bara hægt að segja það þannig. Það meginlínur þýðir þá að það örugglega hægt að hnika einhverju til og tala það og allt það, en meginlínurnar eru nokkurn veginn lagðar.
Þetta ákveðið tækifæri lít ég á fyrir framkvæmdaaðila sem hafa hug á að tengja sér. Og svona við erum að leggja til að þið skoðið dálítið það sem hefur verið lagt hérna fram og metið hvort þið sjáið tækifæri í þessari nálgun. Og síðan þegar það komið, svörin frá ykkur, þá bara einfaldlega setjum við vinnustofu með þeim sem hafa áhuga á að fara dýpri í þetta og líka skoða hvaða tækifæri að úti. Af því að tækifærin þurfa að vera til staðar og það var einn stór partur af þessu verkefni fyrst, það var nú að velja bara hvaða störf raunfættum þetta móti og það var ekkert algjörlega einfalt sko. En síðan þegar við erum búin að tala saman, endilega útfæra framkvæmdina og allt þetta, að þá bara verðum við förum á stað með bara í að framkvæma og þá verða þá starfsmenntasjóðirnir komnir inn og svo framvegis og vinnum okkur bara dálítið þaðan, hægt og rólu upp. Og þarna eru nokkra myndir af þau sem hafa fengið fagbréf. Þetta Sláturfélag Suðurlands, þetta Dominos og þetta ég veit ekki hvað stofnunin þetta Þetta fulltrúan Íbúðalánasjóður, já. Vinnumálastofnun. Já. Þannig að þetta bara, þetta látið að virka. Þannig að svona lokaglæran frá okkur, það sko við leggjum upp að þið skoðið bara tækifærin í þessu. Við sendum út boð á vinnustofu og við myndum það senda það í gegnum framkvæmdastjórana eftir svona, hvað við að segja, hálfa mánuð, 3 vikur og síðan bara förum við að rútta okkur í gegnum þetta. Hvað segir þið núna? Ég ætla að hætta að séra. Það skiptið? Já, ekki bara. Má ég byrja að spyrja? Já. Ok. Af því að þú talar að þessar meginlínur í fjármögnun hafi verið lagðar svolítið af SA og ASÍ og þá kemur náttúrulega spurninga eins og þið búist við. Hvað hefur opinberi geiri sagt? Þau sem eru í stjórn fræðslusjóðs og fræðslumiðstöðvar þar, hafa þau eitthvað verið innviklu í þetta samtal fjármögnun frá sjóðunum? Á ég kannski að grípa þennan þar sem ég sitt inn í fræðslusjóði. Það búið að halda öllum upplýstum bæði innan fræðslumiðstöðvarinnar og þar erum við með opinbera geirann líka og inn í fræðslusjóði og það var bara sem dæmi þá var óskuðu við eftir þeirra þátttöku í því að velja í rauninni hvar við færum næst fram í hæfnigreiningar, þannig að þau hefðu það að segja hvar við myndum stíga næst fram. Það kom engar óskir eða tillögur þaðan það hvar við myndum stíga fram og sömuleiðis með fjármögnun. Það í rauninni, það ekkert frumkvæði þar það hvaða leiðir eru farnar. Þannig að við stígum fram bara og erum í rauninni að skoða þetta með sjóðunum núna eins og Haukur nefndi áðan og svo þá náttúrulega fræðslusjóður líka og svo þá að skoða þetta líka bara með öðrum sjóðum líka. Ég held að sé ágætt að stíga í rauninni kannski það sem verið að skoða núna með sjóðunum í rauninni að búa til ákveðið svona bara form í kringum þetta þannig að þetta sé eigi svona skýran ramma og þar stígu stærstu sjóðirnir fram og eru að svona móta það með okkur. Það sem kannski annað stíði finnst mér líka að einu í þeim sjóðum, það eru líka bara stjórnarmenn frá eins og SA að vinna bara mjög hart í því að koma sér í gegn. Þannig að það kannski þess vegna sem svona frekar bjartsýnn að þetta ekki bara framkvæmdastjóri og sjóðan eða eitthvað svoleiðis, þetta miklu dýpra heldur en það. Heyrðu, já, svo hinn spurningi best í ljúki þess að fáum við glærurnar. Já. Það líka sko í þessu ljósi því að þú ert að tala Guðfinna að það var svo gaman hvað verkefnin voru ólík hjá okkur. Þetta voru 5 störf og okkur tókst nú ekki að ljúka í ferðaþjónustunni sem átti að eiga sér stað fyrir norðan en það er ákveðin ástæða fyrir því. Það kom dálítið upp á í samfélaginu en við erum svona eltast við að klára það verkefni líka.
En eins og fulltrúin, sko, þetta inn á svona örfundal ætti alveg heima, sko, líka sögur einstakra verkefna, þannig að megi læra svona beint af þeim. Því að það sem að gerast í þessum verkefnum að það líka verið að greina svolítið framtíðarfærnina í störfum. Þannig að þetta hjálpa fyrirtækjunum svo mikið að svona taka næstu skref sem er sterkari á vettvangi. Ég líka annað sem það sé dálítið gott að tala opið í þessu að til dæmis þegar við vorum að tala afhenda fagbréf á Hvolsvelli með fræðslunetin á Suðurlandinu þá voru það líklega svona 3/4 voru útlendingar á vinnumarkaði. Þannig að mér finnst þetta, sko, við höfum stundum talað að raunfærnimati sé erfitt af því það er engin opin leið í framhaldinu fyrir útlendingan í skólakerfi, sko. En þarna það var svona kemur alltaf gæs á öðru hvoru, sko, í þessari vinnu, sko, þetta var eitt af þeim momentum, sko. En það þetta með að vera svo gaman að heyra frá ykkur, af því að nú höfum við, sko, þið á ykkar svæðum og nú eigum við Íslandinga svona hæfnisspá. Það var ekki gerð svona spá á landsvísu fyrir hvar vantar fólk, hvar eru tilfærslur, hvernig getum við unnið með almenna starfshæfni, fært á milli starfa út frá þróun á vinnumarkaði. En þið hafið alltaf svona einhverja innsýn og möguleiku gögn að styðjast við á ykkar svæðum, því þetta er mjög misjafnt eftir svæðum, hvernig unnið með svona atvinnuþróun í héraði. Þannig að ég held að við, sko, núna megum við alveg draga upp þessu sóknarfæri og skoða saman hvar getum við stigið fram í næstu tilraunum. Ég held við megum alveg vera hugrakkt þar saman. Já, og kannski haldið líka áfram að sé náttúrulega eins og Sláturfélagið með sína kjötvinnslu, það er tækifæri á Norðurlandi, Vestrahendi líka þar, bara þetta eru stóru landbúnaðarhéruðin og þar er þessi starfsemi í gangi. Það er þetta stór biti, svona 9:30. En hvað fer ykkar huga eftir þessa kynningu? Hvernig upplifið þetta sem verkfæri og hvaða hugsanir fara af stað, svona út frá ykkar reynslu og sjónarhorni? Valgeir. Nei, mér langaði bara að segja, ég fagna þessu mjög, mér finnst þetta mjög spennandi og ég held að raunfærnimat þurfa að þróast áfram. Og mér finnst þetta tala svo beint inn í allt, við erum alltaf að tala um þessa fjórðu iðnbyltingu eða tæknibyltingu, við erum alltaf að tala um hana. Mér finnst þetta svo hafa skýra skírskotun inn í það, þannig að ég veit ekki hvernig þið upplifið það. Og hvernig hægt að tengja þetta við störf, ég meina hvaða störf eru að breytast á vinnumarkaði. En okkur vantar vissulega hæfnisspár og svona eitthvað leiðarljós varðandi hæfniuppbyggingu, það vantar svolítið frá stjórnvöldum kannski og það nú verið kallað eftir því. En mér finnst þetta bara mjög áhugavert inn í þessa umræðu fjórðu tæknibyltinguna. Þannig að ég vona að við getum einhvern veginn kannski tengt það saman, ég veit ekki hvaða augum þið lítið það. En má ég spyrja, já, takk Valgeir, langar til að spyrja þig áður en Guðfinna kemur inn. Sko, atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, það einhvers konar hæfnisspá eða það eitthvað verið að taka púlsinn reglulega fyrir norðan. Er það ekki Valgeir? Er ekki eitthvað til eða eitthvað í gangi hjá ykkur? Ég bara veit það ekki, sko, maður gefur sér aldrei tíma til þessi erlinum að liggja yfir einmitt þessari tölfræði, sko. En það til samtök sveitarfélagi á svæðinu sem að vinna atvinnuþróun og öðru, á Norðurlandi eystra reyndar, og við höfum aðeins verið í samtali við þau. Ég svo sem hef ekkert haldbærgögn, ekki nema það sem við sjáum frá Hagstofunni, en það er vissulega ástæða að afla sér gagna og svona líta yfir það sem er til og ræða við hagsmunaaðila vissulega. Það er samtali sem mikilvægt eins og við þessa aðila. Draga fram það sem hefur verið gert, það verið að gera. Já. Guðfinna? Já, sko það var bara mjög fróðlegt og gagnlegt og gaman fyrir okkur, starfsmenn fyrir opinbera að taka þátt í þessu, en það er alltaf þetta, sko, hvar vantar hæfnina og hvernig við halda áfram, og ég fagnaði mjög að sjá hvað þeir eru komið með þennan góða ramma og búið að þróa einmitt þennan ramma
svona langt og líka það að þið ætlið að ljúka samtali við starfsmenntasjóðuna fyrir áramóti bara mjög metnaðarfullt og ég hlakka til. Ég meina, sú mynd sem að þið dragið upp þar, hún verður kannski fyrirmyndin og vonandi fyrirmyndin fyrir aðra sjóði. Flækjan hjá Óperageiranum bara sjóðamagnið og það eru, já, ég ætla bara að segja þennan hóp, það eru smákóngar. Ég meina sjóðirnir eru allir að halda utan sitt og passa upp á sitt og sinna sinni hagsmunagæslu. Við vildum hjá starfsmenn sjá þetta öðruvísi en við ráðum svo litlu. En svo bara, já, svo ég taki þetta líka hvar getum við stigið fram að við erum alveg farnir að pæla í því hvaða störf hugsanlega gætu orðið næst hjá okkur. Og meðal annars í ljósi þess að við erum að fá stóran aðila hér inn í starfsmennt áramótin því að Reykjavíkurborg samdi við Sameiki aðild að starfsmennt og það á að taka gildi núna áramótin og þar eru hópar innan skólakerfisins, félagsþjónustunnar og fleiri stöðum sem að getur hugsanlega fallið að undir og þá í rauninni svolítið okkar bara að rýna í starfaprófílana og pæli því hvað væri hægt einmitt að nota þarna og við skilum inn beiðni einmitt að skoða hæfnigreiningar á ákveðnum sviðum. Ég skil hvað Sirra var að segja með það að það kom ekki frá stjórninni, það kom allavega frá okkur hérna hjá starfsmenn beiðnum eða tillögur að einhverjum störfum og þetta bara, mér finnst þetta bara gríðarlega áhugavert í ljósi þess einmitt að við erum að sigla inn í miklu, eða við erum farin af stað, það búið að ýta okkur úr vör, má segja, í þessar miklu breytingar sem fjórða iðnbyltingin að kalla á. Og við þurfum að vera á tánum og líka bara þetta, það fyrirséður skortur í störfum. Meðal annars hjá hennu opinbera eins og í umönnunarstörfum þar sem á eftir að þurfa að fjölga fólki og öðru slíku. Þannig að þetta bara gríðarlega áhugavert verkefni og svo líka því Haukur nefndi innflytjendurna, þau sem ekki hafa íslenska móðumáli, að sá hópur stækkar líka hjá starfsmenn núna með tilkomu Reykjavíkurborgar. Og það líka heljarna sóknarfæri að einmitt draga fram færni þessara einstaklinga þannig að þeir fái hana metna til jafns við þau sem að koma út úr skólakerfinu hér á landi með einhverja prófgráður eða hvað sem Við vitum þetta alveg, þetta náttúrulega búið að vera umræðinni lengi. Þannig að þetta einmitt tækifæri til þess ég allavega, þannig að ég fagna þessu bara mjög. Mér finnst alltaf áhugavert að ég alveg sammála það væri mjög áhugavert að hafa svona framtíðarstefnu í atvinnumálum og hvert við erum að fara í þessu en hún ekki en það þýðir náttúrulega ekki að það sé einhver status quo í þessu eins og Guðfinna kom inn á, þetta á fleygiferð og mér finnst kannski áhugaverðast að sjá hvar eru stóru breytingarnar. Það eins og Guðfinna kom inn á líka, það umönnunarstörfin. Við vitum það að þetta mun verða bara fjölgun þarna. Stóra breytingin núna fiskeldi og ferðamennska. Við vonum ekki að stefna þangað, það bara ekki skeiði og við verðum líka einhvern veginn að geta brugðist við þessu. Og mér finnst þetta að vera ákveðið tækifæri í því og þannig að ég held að við þurfum að vera dálítið svona, hvað orðið, próaktív í þessu að taka dálítið fórustinn í þessu en þetta verður að líka atvinnulífið sem ber dálítið ábyrgð á því hvert það vill fara, hvar eru tækifærin. Þau verða líka, við þurfum að selja þetta. Fyrir mér sögulega lýsum dálítið starfsgreinandar. Við nefndum Svíþjóðar og þar eru bara starfsgreinin upp úr og niður og hún með þessi verkfæri inni á sér og að presentera þau. Við erum að fara aðra leið hérna, við leggjum til að þetta verði meira fræðsluaðilarnir. En starfsgreinin þarf að vera einhvern veginn mjög, og SVT, SAF og fleiri hafa sýnt þessu mikinn áhuga. Hvernig líst ykkur á fagbréf? Það eitthvað sem við höfum að fara að horfa á stífar annars staðar líka kannski? Við erum að gefa út fagbréf á þrepi 2, Guðfinna. Mér leist ekkert á það til að byrja með, ég ætla bara að viðurkenna það. En svo fór ég að hugsa að því að við gerðum hérna verkefni með sýslumannsembættinu fyrir, ætli það hafi ekki verið 2017,
það sem að þegar þau voru sameinuð, það voru ekki 7 embætti úr í mangi hvað mörgum og þá fórum við að greina störfin og hjálpa þeim að búa til svona samræmdar starfslýsingar og leituðumst við að setja þessar starfslýsingar á hæfniþrep en ekki að segja til þess þarf að vera með stúdentspróf eitthvað svona heldur hæfni á tilteknu þrepi. Og það var svo gaman að sjá voru 2 sýslumannsembætti sem að stuttu seinna auglýstu laus störf og ósku eftir hæfni á þrepi, ekki sem þessari formlegu heldur þessari hæfni. Og svo þegar fagbréfið kom að þá tengdi ég það svona eftir að ég var komin yfir þetta, lítast ekkert á þetta, að þá tengdi ég það einmitt við þetta. Og ef að það væri möguleiki akkúrat að búa til fleiri starfslýsingar, því eins og við vitum í opinbera geiranum þá þarf að liggja fyrir starfslýsingar áður en auglýst í starfin, að það liggur fyrir að þarna sé óskað eftir hæfni og sambærilegu starfi á þrepi 2 eða þrepi 3. Ég held að hafi nú verið þrep 3 sem að var í fagbréfunum hjá okkur, sko. Og að þá erum við strax komin með þennan möguleika starfsmanna að flytja sig milli opinberra stofnana með þetta fagbréf í hendi. Þannig að ég þurfti bara að endurskoða skoðun mína, sem er bara mjög hollt. Takk fyrir það sem er líka svo gott í fagbréfin að því við erum að byggja þetta á hæfnigreiningum. Það er að inn í þeim erum við núna, við erum þetta bara að prófa okkur áfram. Við erum að reyna að halda utan útgáfu þeirra bara miðlægt, þannig að við höfum yfirsýn, við erum með ístarkóða á bakvið öll fagbréf og það er að fletta þeim upp ef fólk leitar aðeins seinna meir, þannig við eigum þetta til skráð. Og það sem er svo gott þau líka er að við erum að setja inn almennu starfsefnina og það að þessi yfirfæranlega hæfni er að verða svo miklu meira áberandi í allri umræðu í dag. Að hana þurfa að efla og við getum gert hana sýnilega ef fólk missir störf sín eða starfsgreinar breytast eða störf breytast á svæðum eins og Svíarnir hafa gert, þeir hafa verið með þessar hæfnisspár bara á landsvæðum og þá hafa þeir skoðað býtu hér erum við að loka ákveðnum framleiðslukerfum, hérna er fólk með þessa færni, hvað er framundan hjá okkur? Ok, það er þetta, hjálpum þessu fólki, þeim sem vilja, að komast inn í þennan geira og byggjum þá almennu starfsefnir sem hafa yfirfæranlega hæfnir sem hafa áunnið sér í starfi. Þannig að ná þessu, nú kemur sólin beint á mig, að ná þessu einhvern veginn saman og vinna með það og upphefja almennu starfsefnina. Ég held að það sé tækifæri líka í fagbréfunum þar, sem að votta hæfni á þrepi 2. Valgerður, í visku. Já, þetta var alltaf, já, Valgerður í visku. Ég er alveg steinhætt að svara þegar sagt er Valgerður, við erum orðin svo margar. Heyrðu, af því að nýi náms- og starfsráðgjafinn hjá mér er heima, veikur, þannig að þessar upptökur verða sendar okkur, er það ekki? Jú, við gerum þær aðgengilegar og líka glærurnar og skýrslan er komin þarna inn sem að Já, ég sé það er bara flott. En bara, eins og segi, að ég heyra þetta er svona eitthvað sem fyrir meira í hendurnar á ráðgjöfunum hjá okkur, þannig að þá vil ég ekki, það er alltaf þegar maður fyrir að endurtaka hlutina, þá tapast eitthvað eða maður bætir skáldar einhverju viðbót, þannig að það var gott að hafa staðreyndirnar. Valgeir, varst þú með hendi á lofti? Já, sko ég er bara, mér veist alltaf, ég veit það ekki, ég er alltaf það með þessa fjármögnun, ég er svona skemmt plata alltaf. En mér finnst náttúrulega 100.000 krónur hljóma nú ekkert há uppbæð, maður velti fyrir sig hvernig þetta er framkvæmanlegt með atvinnulífinu. Við stjórnvöld alltaf einhvern veginn sigla líknum sjó. Mér er lengi þótt hæfnigareiningarnar við fórum fullri ferðin í þær og náðum bara mikilli þekkingu. Svo strandaði það svolítið finnst mér alltaf á fjármögnun. Ég meina, þetta kostar að framkvæma. Í dag er ekkert greiðslumódel tengt þeim. En mér er svolítið gloppur þarna. Og einhver myndi segja, við vorum að fundi nýlega og það var bara sagt eða með einhverja frábæra vöru bara að fara til stjórnvalda og hvað vil ég borga fyrir þetta. Mér finnst þetta svolítið svona, þetta er svo gegnsætt hvað við ætlum að gera. Þannig finnst að væri hægt að fjármagna, ef við ætlum að byggja þetta hæfnigreiningu þá þarf að hæfnigreina þessi störf myndi ég halda. En í dag þá erum við eins og því að sími, við erum ekkert að sinna þessu vegna þess að það fást ekkert fjármuni til þess og við höfum ekki tíma til að kannski elta stéttarfélög mikið með þetta. Ég vildi svona bara koma með þessa tuggu alltaf með fjármálin. En í grunni fagnaði þessu og ég fagnaði þessi komin ykkur verðmiði, hann hefur svolítið ekkert hár. Það er kannski alveg breytur sko að því að þannig reikna með að fyrirtæki leggi meiri vinnu eins og með matsæðal og annað inn í þetta sko. En ég er alveg sammálaður eins og ég kom kannski inn á aðeins, það er
það er dálítið handleikur eftir þarna, sko, og hver hæfnigreining kostar þarna 600-800 kall, þannig að, þú veist, og þetta allt eitthvað sem, og kannski við erum ekki búin að sjá hvernig við fjármögnum alveg okkar hlutverk, sko. Það bara, við erum bara að vera heiðarlega með það. Sólveig, eða ekki? Já, og svo Steinunn. Já, fyrir ekki. Já, bara takk fyrir þetta. Þetta frábært að sjá hvernig þið rammið þetta inn og hver langt þetta komið. Það mjög áhugavert en ég verð að taka undir með Valgeir varðandi fjármögnun. Það það sem að snýr að framkvæmdaaðilanum líka og sko, ég hef líka áhyggjur af því eitt að framkvæma sko hæfnigreiningu, annað að uppfæra hana. Já. Og það hefur, við fórum til dæmis í samstarfi stéttarfélag hérna fyrir 2 árum eða 3 x margar hæfnigreiningar á móti störfum en svo úreldast þær og það er engin að uppfæra þær og við vitum að það er tæknibylting og allt saman. Þannig að störfin breytast fljótt en við náum ekki að elta þau með hérna í framboðinu. Þannig að þetta er mjög mikilvægur punktur upp á að við ætlum að vera sko svona framsýn og up to date í þessu að tryggja fjármögnun þá til þróunar í leiðinni. Við getum nefnt dæmi hvernig út í Síðan sem við höfum skoðað mest kerfið, þar á 2 til 3 ára fresti, það er svona 3 manna eða 4 manna nefnd sem fer yfir hæfnigreininguna og ákvarðar í rauninni hvort það þarf að endurskoða hana. Skilurðu mig, og svo ef að það er svona talin hafa verið töluverð breyting á störfunum, þá fer hún í svona formlegt endurskoðunarferli. Og þetta er náttúrulega, eins og þú segir, grundvöllurinn að því að hæfnigreiningin sé, eða viðmiðin séu up to date, það er bara alveg hárrétt hjá það. Já. Það er góð punktur. Steinunn. Já, góðan daginn. Gaman að sjá okkur öll. Því að við tókum nú þátt í þessu, þá finnst mér endilega ég þurfa að tala líka. Þetta var einkar ánægjuleg vinna. Sólveig var nú aðalmanneskjan í þessu, en ég var svona á hliðarlínunni allan tíman og sá svo að koma þessi í höfn á endanum. Af því að Haukur nefndi þarna áðan að tímaramminn, eða sem sagt að þetta væri sko stutt ferli, að þá var það náttúrulega mikill galli hjá okkur að þetta tók 2 ár og það er að mínu viti alveg glata. Það er að gera að þetta taki nógu skamman tíma. Það voru til dæmis 20 mann sem að fóru í raunfærnimati sjálft en bara 13 sem að fengu fagbréf á endanum af því að þau fóru ekki gegnum þjálfun og námskeið og annað slíkt sem að þau úrræði sem boðið var upp á í kjölfarið. Síðan er einn hlutur að því að það nú alltaf verið að tala um peninga að þá er það náttúrulega alveg ljóst að það er gríðarlega stórt hlutfall þeirra sem að eru kannski í þessum störfum sem að verða þá í þessum verkefnum að það er túlkapeningurinn. Til dæmis hjá okkur þá þurftum við alltaf að vera með túlka. Það þurfti að þýða alla matslistana. Það var haldið námskeið fyrir matsaðilana. Þar þurfti líka túlk og það þurfti að túlka í gegnum allt ferlið og við vorum bara svo heppin þegar var við að útskrifa að þá var innanhús túlkur en það komu sem sagt 5 túlkar að verkefninu. Og ég verð nú að segja það alveg eins og að það er bara fjandi erfitt að fá góða túlka. En það tókst nú hjá okkur sem betur fer, þannig að bara að menn séu bara með það alveg á hreinu að þessi túlka, það er mikill kostnaður og ég til dæmis ætlaði að ráða túlk á eitt námskeiðið og þá sagði hann, það er alveg sjálfsagt, ég tek 19.500 á klukkustundina. En ég held að verðskráin hjá FA sé 5.000 krónur á klukkustundina í túlkun á námsleiðum, bara svona til að vekja athygli á hvernig þessi bransi er. En þetta var mjög gaman og ég held og vona það að einmitt að þessi fagbréf, þau nýtist fólki til starfsþróunar og mér finnst frábært ef að fyrirtæki fara að auglýsa störf á hæfniþrepum því að þá svo sannarlega mun þetta verða eitthvað raunverulegu pappír
Takk. Takk Steinunn, það er einmitt þetta með innflytjendur og hvernig við nálgumst þau með þetta verkfæri því það virðist henta þeim vel hvað var að sýnileika á færni. Hérna Lilja Rós er með upprétta hönd, hún auðvitað var mikill þátttakandi í þessu verkefni með okkur Hauki héðan. Lilja. Já, komið sæl. Það sem að Svona, komið sæl. Það sem að ég var aðalega langaði bara að svara hérna, mér finnst þetta rosalega góð ábending hjá þér, hérna Sólveig Hildur, varðandi starfaprófíluna að þeir úreldist, bara svo því sé haldið til haga, þá erum við óbærslega meðvituð þetta hjá Fræðslumiðstöðinni og erum búin að skrifa okkur verklagsreglur varðandi hvenær við tökum upp starfaprófíla og endurskoðum þá og hvað þarf til. Þannig að hérna, við munum birta þær síðan bara þannig að þið verðið upplýst svona okkar vinnulag framvegis með endurskoðun á starfaprófílum og þetta er bara mjög mikilvægt að hafa það í ákveðnu ferli. Nokkuð bara bæta sig við, en bara já, takk kærlega. Takk. Takk fyrir og Ég er batterislaus. Þú er batterislaus, Haukur er batterislaus, þannig að við sameinumst hérna. En hvað segið þið? Hvað hérna, ef það væri bara opið fyrir, bara go á ykkar hugmynd, hvað sjáið þið? Hvaða fyrirtæki myndu þið vilja nálgast? Hvaða geiri er í kringum ykkur sem ykkur langar til þess að ávarpa og við gætum farið af stað með þetta verkfæri? Það er auðvitað ferðaþjónustan og ég veit að Valgeir, ég er að horfa á þig hérna á skjánum að verkefnin bíða ennþá að við erum með hérna móttöku og hérna á gistiheimilum og veitingar í sal þar út frá starfaprófílum, þannig að við bara vonumst þess að koma því áfram fljótlega. Steinunn. Já, sko til dæmis hérna á Suðurland á mínu svæði þá er hérna öll félagsþjónustan, leikskólar, dvalarheimili og allt það batteri. Og þar vek athygli á því að það er mjög mikið á útlendingum, sérlega hérna fyrir austan okkur sko. Og það er fólk sem þarf alveg örugglega að fá sína færni og þekkingu metna til einhvers. Takk. Akkúrat. Valgerður? Í visku. Í visku. Ég sé líka fyrir mér sko störf milli stjórnenda í fiskvinnslunni hérna, og til ákveðina skilgreindra verkefna þar. Hérna, já, og það hefur verið vilji til dæmis á verkstæðunum í frystihúsunum að þetta eru einstaklingar sem verið duglegir að sækja sér viðbótarmenntun. Eina hindrunin er pláss milli vertíða. Það er þegar að makríllinn kom þá er ekki orðið hráefnisstopp þar og það var hráefnisstopp alltaf í svona desember, janúar en þetta eru meira að minna útlendingar, þeir fara heim jólin, þannig að það eru komin hérna svona nýtt flækjustig sem þarf að takast á við en hérna það eru bara eitthvað til þess að sigrast á en ekki að grenja yfir. Já, við nefnilega urðum svo vel var við þessi nýju flækjustig þarna því að við urðum að taka mjög mikið tillit til starfsemi fyrirtækjana í hverri grein fyrir sig. Sko. Ferðamennskan var þarna HN, sláturhúsið var þarna og svo framvegis. Þannig að það var bara eitthvað sem við lærðum mikið af. Það var eins og til dæmis, við vorum hérna með, ég held að það hafi verið einhver ferðaþjónustu enska, ég man ekki hvað það var sem við vorum með hérna og vorum að reyna að finna því pláss. Og svo var það hérna fyrir þjóna í sal og hérna við vorum að reyna að finna þessu pláss og svörin voru nei, við erum ekki komið með sumarstarfsfólki þá og svo nei, það er alltaf fúlsving hjá okkur þarna. Þannig að þið vitið sko, það er að finna þessu pláss inn í starfseminni. Sólveig. Herðu, ég ætla að yfirgefa ykkur, ég þarf að skjótast í annað, en takk fyrir fróðlegan fund. Já. Takk. En eins og við kannski bara komum inn í endan að við myndum til bara að því nú er þið komið með sem sagt draugahandbókinni og við ítrekum að þetta eru drög og síðan eru við með skýrslun okkar sem kom út eftir verkefni. Þið fáið glærurnar og það verður upptakað þessu fundi og síðan eins og við kannski komum inn á upphæð, við myndum kannski bara opna inn á einhvers konar vinnustofu þetta fyrir ykkur sem hefðu áhuga að koma
Sko við erum ennþá að móta aðferðafræðina, svo það sé alveg klárt. Við erum ekki búin að segja þetta á að vera nákvæmlega svona og svona og svona. Þó að handbókin sé orðið svona nokkuð ítalið þannig, hún er unnin náttúrulega í takt út frá tilraunaverkefnunum, en líka út frá áherslum ASÍ og SA í framkvæmdinni. Þannig að við myndum blása bara til svona vinnustofu eftir, eins og ég segi, kannski 3 vikur. Þá bara það væri mjög gaman að sjá sem flest ykkar þar. Guðfinna, ætlar þú að eiga lokaorðið? Nei. Má ég? Já, ég ætla að vera Já. Já, því ég ætla ekki að loka orðin. Nei, að því þú varst að spyrja hvaða greinar eða geira við erum að horfa á. Og mér langaði bara að taka undir með Steinunni. Þetta er sko Mímir hefur verið mikið með félagsstörfin og umönnunarstörf, sko nám á móti, námskraf á móti þeim og í samstarfi Borgarholtsskóla og svo framvegis. En það er náttúrulega rosalega mikill skortur í þessi störf á vinnustöðum. Þannig að ég held að við ættum að horfa svolítið á það og sérstaklega þar eru útlendingar sem að vantar líka starfsreynda íslensku í bland. Þannig að búa til, mér finnst mjög spennandi að búa til svona sambærilegt og við gerðum með verslunarfagnámið. Já. Einhvers konar leið þar, af því þetta er bara og verður vaxandi vandamál í samfélaginu í framtíð, af því að við þurfum bara að horfa á öldrun þjóðar. Já, það vantar sífellt fleiri störf. Starfsfólk í þessi störf. Þannig að já, þetta er það sem ég vildi segja. Fyrirgefðu, Guðfinna. Ekkert mál. Ég ætla nú bara svona þess að bæta við að því þú spurðir hvað við sjáum þetta halda áfram. Við höfum alveg velt fyrir okkur þessu með breytingar hjá opinbera geiranum í tengslu við stafrænt Ísland sem að náttúrulega krefst aðeins öðruvísi vinnubragða hálfu þeirra sem eru fyrir og ég meina við lærðum það af þessum tilraunaverkefnum með Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og sérstaklega Vinnumálastofnun að störfin að breytast með tilkomu stafrænnar tækni og þessi sem að verða eftir, þetta bara klassískt 4. iðnbyltingin, þau störf sem að verða þá eftir verða flóknari. Einföldu störfin verða unnin af vélum en flækjustigið situr eftir hjá mannshöndinni sko. Þannig að við sjáum alveg áfram að eða vonandi getum við þá jafnvel fengið einhverja til liðs við okkur í eitthvað svona svipað eins og var með þennan sérhæfða fulltrúa. Og svo náttúrulega líka þetta með umönnunargeirann og félagsþjónustuna leikskólana. Það náttúrulega verður sóknarfæri hjá okkur áramótin því að Reykjavíkurborg að koma hér inn. Þannig nema að vissu leyti ekki leikskólarnir af því að þar starfsmennir þar eru meira í eflingu frekar heldur en sé í BSB-félögum. En hins vegar þá bara, ég sé þetta alveg sem sóknarfæri og bara afskaplega spennandi. Flækjan hjá hinu opinbera getur hins vegar verið að við berum saman ríkið og svo sveitafélögin, að sveitafélögin eru að sumu leyti miðlægari í sínum kjarasamningum, þar að segja í þessu að geta hækkað launin aðeins, þar sem við gátum þegar við seldum ríkisstofnunum þarna, það virtist mjög auðvelt fyrir okkur að selja þeim, við þurftum ekki að fara í margar heimsóknir sem sagt. Það var að við gátum beintengt þetta við stofnanasamningana. Af því að stofnanasamningar, hver ríkisstofnun gerir stofnanasamning og þar svigrúmið til launabreitinga eða breytinga á milli starfa jafnvel og svoleiðis. Og það var til þess hjá Vinnumálastofnun að þau færðu fólk til í starfi eftir matið. Þannig að já. Það eru ýmsir fletir á þessu og það sem við höfum kannski lært í þessu einmitt að hvert starf sérstakt fyrir sig og það ekkert copy-paste endanlega á allri aðferðafræðinni, heldur þarf að aðlaga þetta að hverju starfi fyrir sig og ýmsum svona málum sem uppkoma. En svo kannski eftir fyrstu keyrslu þá auðveldara að halda áfram. En já, Lilja, þú ert með upprétta hendi. Vildir þú koma af stað? Við höfum 2 mínútur eftir að fundi. Nei, þetta örugglega bara gamla hendi mín. Já, það er komað stundum upp.
En þá ætlum við eiginlega bara að segja takk fyrir mjög góðar umræður. Okkur finnst þetta ofsalega spennandi verkefni. Það sem ég held að sé sterkt við þetta verkefni, það að atvinnulífið á bak við það. Þau eru til, þau eru að ýta, þau vilja koma sér í gagnið. Þá er ég að tala SA og ASÍ. Og ég hugsa að það verði dálítið meira stærri fyrirtækin í upphafi í þessu, en samt það ekki sjálfgefið. En við, eins og ég segi það, við bara sendum út öll gögnin, við boðum á vinnustofu og sjáumst þar. Höldum þessu áfram. Takk fyrir þennan fund. Gaman að sjá okkur. Bless. Takk fyrir. Takk. Takk fyrir, bless. Takk fyrir.